og nú komið að ævintýrinu Rauðhettu litlu. Einu sinni fyrir löngu bjó lítil stúlka með móður sinni í litlu steinhúsi í skógarjaðrinum. Hvert sem litla stúlkan fór var hún ætíð í fallegri rauðri kápu og með hettu. Brátt þekktu hann allir sem Rauðhettu litlu. Dag nokkurn bað móðir hennar hana að fara með kökur í körfu til ömmu hennar. Móðir hennar sagði henni að fara ekki út af skógarstígnum og ekki tala við neinn á leiðinni. Amma hennar bjó í litlu gulu húsi hinum megin í skóginum og Rauðhetta varð að flýta sér til að ná heim fyrir myrkur. Þegar hún hafði kvatt móður sína, lagði hún af stað með litlu gulu körfuna á handleggnum. Í fyrstu gekk Rauðhetta beina leið eftir skógarstígnum, en nálægt ánni kom hún auga á fallega blómabreiðu. Þau uxu allstaðar undir stóru grænu trjánum. Hún áleit að amma yrði glöð ef hún fengi blómvönd. Þá mundi hún að mamma hafði bannað henni að fara út af stígnum. En veðrið var svo gott, skógurinn svo vinalegur og blómin svo litrík að hún taldi óhætt að óhlýðnast mömmu sinni bara í þetta sinn. Blómin ilmuðu svo dásamlega, betri en sælgæti. Þá heyrði Rauðhetta hrjúfa rödd segja: Já, þetta sannarlega falleg blóm. Hún leit við og sá stóra gráðuga úlfinn í skóginum standa upp á kletti. Rauðhetta hafði aldrei áður séð úlf, svo hún var hrædd. Henni fannst hann vera stærsti og fallegasti brúni hundur sem hún hafði séð. Hann virtist svo vingjarnlegur þegar hann talaði við hana. Hún vissi ekki hvað úlfurinn var grimmur. Úlfurinn spurði hana hvað hún væri að gera alein út í skóginum. Rauðhetta sagði honum að hún væri á leið til ömmu sinnar með nýbakaðar kökur og blómvönd. Hvar á amma þín heima? Spurði úlfurinn. Hún býr í litla gula húsinu með rauða þakinu hinum megin við æðina. Jæja, sagði úlfurinn. Vertu sæl, litla stúlka. Og síðan hvarf hann inn í skógarþyknin. Rauðhettu þótti leitt að sjá úlfinn fara. Hún vildi vera lengur með honum, en nú var orðið áliðið og henni best að drífa sig. Á meðan hljóp úlfurinn slægi gegnum skóginn, eftir stígnum og yfir hæðina húsi ömmu gömlu.
Þegar að Rauðhetta kom á húsi ömmu gömlu, barði hún að dyrum en enginn svaraði. Hún barði aftur og undarleg hrjúf rödd sagði: "Lyftu lokunni og komdu inn." Það var skrítið hvernig sólskinið í skóginum lét herbergi ömmu virðast niðadimmt. Það var svo dimmt að Rauðhetta sá rétt grilla í ömmu í rúminu. Amma virtist svo undarleg og rödd hennar svo hrjúf. Kannski hafði amma verið veik og enginn til að hjúkra henni. "Amma, þú hefur breyst. Mikið ertu með stór eyru", sagði Rauðhetta litla. "Já, þannig heyri ég betur til þín", svaraði úlfurinn. "Já, en amma, nefið þitt. Mikið ertu með stórt nef." "Já, þannig finn ég betur lykt, góða mín", svaraði úlfurinn. "Mikið ertu með stór augu, amma." "Já, þannig sé ég þig betur, góða mín", svaraði úlfurinn. "Já, en amma, mikið ertu með stórar og beittar tennur." "Þannig á ég betur með að éta þig, góða mín." Amma var mjög glöð að sjá Rauðhettu heila á húfi. Veiðimaðurinn Hugdjarfi var ánægður með byssuna sína. Amma og Rauðhetta þökkuðu honum fyrir að drepa úlfinn og bjarga lífi þeirra. Veiðimaðurinn kvaddi þær, axlaði byssu sína og gekk af stað heim til sín eftir skógarstígnum. Rauðhetta var ánægð að vita að grimmi úlfurinn í skóginum myndi aldrei vinna henni megin framar. Glöð í bragði gekk hún heim til móður sinnar og þær lifðu hamingjusamar til æviloka.